Byggðastofnun hefur undanfarin ár fengið gögn frá Hagstofu Íslands atvinnutekjur eftir atvinnugreinum og svæðum til þess að sjá hvaða atvinnugreinar standa undir tekjum íbúa eftir landsvæðum og greina breytingar sem verða þar á. Nú hefur öðrum skattgreiðsluskyldum tekjum verið bætt við greininguna ásamt fjármagnstekjum. Tekjur einstaklinga í þessari greiningu skiptast í atvinnutekjur, lífeyrisgreiðslur, fjármagnstekjur, bætur frá Tryggingastofnun og sjúkratryggingum, atvinnuleysisgreiðslur, fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og svo aðrar staðgreiðsluskyldar greiðslur. Tekjur fylgja lögheimili einstaklinga en ekki staðsetningu launagreiðenda. Gögnin í þessari greiningu koma frá Hagstofu Íslands. Hér mælaborð tekjur einstaklinga eftir svæðum og hér uppi til vinstri hægt að velja hvaða ár verið að horfa á og það breytast upplýsingarnar hérna inn á mælaborðinu þegar árin eru valin. Og þar fyrir neðan hægt að velja svæðaskiptingu. Hér búið að velja landshluta og þá breytist kortið sem við sjáum hérna við hliðina á. Og það hægt að velja tekjusvæði, það eru nokkur sveitarfélög saman eða þá bara vera með sveitarfélagaskipanina og þá breytist kortið þannig að það sýnir sveitarfélagaskipanina. Hérna hægt að velja hvort verið sé að horfa á heildartekjur sem eru langhæstar í fjölmennustu sveitarfélögunum, eða tekjur á íbúa sem eru þá jafnari, eða jafnvel tekjur á tekjuþega. Og fjöldi tekjuþega meðalfjöldi einstaklinga sem eru með staðgreiðsluskyldar greiðslur í hverju mánuði ársins. Það hægt að velja bara einn landshluta. Við sjáum hérna í þessari töflu meðaltekjur á tekjuþega eftir landshlutum. Ef við veljum hérna Austurland, þá sjáum við bara kort yfir sveitarfélögin á Austurlandi sem eru 4. Það er líka hægt að sía hérna eftir kyni. Við sjáum meðaltekjur og tekjuþega kalla hér og kvenna hérna. Hérna ég að velja bara að sjá gögn yfir konur, yfir tekjur kvenna. Kortið litast eftir upphæðum og hérna erum við með tekjur og tekjuþega og sú upphæð hæst hérna í dekksta græna litnum í Fjarðabyggð en lægst í gula litnum Fljótsdalshreppi. Það er að segja á Austurlandi. Nú þegar maður fer yfir svæði hérna á kortinu þá sér maður íbúafjöldan, sjáum hversu margir tekjuþegar eru í sveitarfélaginu sem valið eða svæðinu og svo sjáum við hver heildar upphæð teknanna og svo hver hérna upphæðin á hvern tekjuþega. Svo hægt að velja jafnvel einn tekjulið í einu. Tekjuliðirnir í þessari greiningu eru launagreiðslur, fjármagnstekjur, lífeyrisgreiðslur, bætur frá Tryggingastofnun og sjúkratryggingum, atvinnuleysisgreiðslur, fæðingarorlofsgreiðslur, fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og aðrar staðgreiðsluskyldar greiðslur. Við getum prófað að velja hérna lífeyrisgreiðslur. Þá síast allt mælaborðið til að sýna bara lífeyrisgreiðslunar. Hér sjáum við þróun lífeyrisgreiðslna á hvern tekjuþega á Austurlandi. Og við sjáum hérna á þessu korti yfir Austurland að lífeyrisgreiðslur eru lægstar á hvern tekjuþega í Fljótsdalshreppi. En það þá sennilega vegna þess að þar íbúasamsetningin mögulega öðruvísi heldur en í hinum sveitarfélögunum á Austurlandi. Og svo eru hérna yfirlit yfir svæðin. Þetta eru þá sömu sveitarfélög og eru á kortinu. Ef við veljum hérna lífeyrisgreiðslurnar með að ýta á það aftur, þá sjáum við heildar tekjur á tekjuþega eftir sveitarfélögunum og svo hvernig þetta skiptist í hverju sveitarfélagi. En hérna á þróunarsúlunum þar sjáum við bara heildar upphæðina fyrir öll svæðin sem eru valin. En hérna skipt eftir svæðum. En hér svo flipinn atvinnutekjur, en hann valinn hérna uppi til vinstri. Og þetta eru sömu gögn eins og í hinum flipanum, nema að það bara einn tekjuliður undir og það eru atvinnutekjur eða launagreiðslur. Og það á sama hátt hægt að velja hérna hvort maður horfir á heildaratvinnutekjur.
atvinnutekjur á íbúa eða atvinnutekjur á launþega. Og launþegar eða fjöldi launþega er meðalfjöldi einstaklinga með launagreiðslur í hverju mánuði ársins. Það er hægt að velja hérna landshluta. Við veljum hérna aftur atvinnutekjur á hvern íbúa. Sjáum hérna Vesturland, af því að það er búið að velja Vesturland. Og þar sem að atvinnutekjur á íbúa er hæst, þar er dekksti græni liturinn og guli liturinn er þar sem að atvinnutekjur á íbúa eru lægstar. Þetta sést líka hérna í töflunni fyrir neðan. Þar sjáum við hver meðal upphæð atvinnutekna á íbúa er í hverju sveitarfélagi á Vesturlandi. Þróunarmyndin hérna hægra megin, hún sýnir línu fyrir hvert sveitarfélag og hvernig atvinnutekjur á íbúa hafa verið að þróast í hverju sveitarfélagi. Snæfellsbær er hérna efst vegna þess að þar hafa síðustu ár verið hæstar atvinnutekjur á íbúa á Vesturlandi. Og svo hér fyrir ofan er kassarit sem sýnir atvinnutekjur á íbúa eftir atvinnugreinum. Og stærsta atvinnugreinin hér er opinberi geirinn, þar að segja stjórnsýsla, fræðslu, starfsemi, heilbrigðis og félagsþjónusta. En svo eru líka stóri liðir hérna eins og framleiðsla án fiskvinnslu sem geti til dæmis verið í álverið á Grundartanga. Og hér er svo flipinn atvinnugreinar, en þetta eru gögn atvinnutekjur, en það er bara verið að horfa á hlutdeild hverrar atvinnugreinar í heildaratvinnutekjum svæða. Og hérna á kortinu er allt í sama lit og allt með 100% vegna þess að það er ekki búið að velja neina atvinnugrein. Það eru allar atvinnugreinarnar undir ennþá. Kassaritið hérna fyrir neðan sýnir helstu greinar, en núna er það hlutdeild hverrar greinar í heildaratvinnutekjum. Sjáum til dæmis hérna framleiðsla án fiskvinnslu með 9% af heildaratvinnutekjum á öllu landinu. En ef ég vel einhverja atvinnugrein, þá stillist mælaborðið eftir henni og þá litast kortið eftir því hversu há hlutdeild þeirrar atvinnugreinar er á hverju svæði. Og við getum prófað að velja hérna saman tvær atvinnugreinar með því að halda inn í kontróltakkanum. Veljum hérna fiskveiðar og fiskvinnslu saman. Og þetta er kannski saman kallað sjávarútvegur og þá litast kortið aftur og við sjáum að dekkstu svæðin á þeim er mest hlutdeild sjávarútvegs í atvinnutekjum og þetta eru 2 svæði hérna, Snæfellsbær með 55% hlutdeild og Kaldranarneshreppur sem er með hæsta hlutdeild, 57% af heildaratvinnutekjum sem eru í sjávarútvegi. Og hérna sjáum við lista yfir sveitarfélögin og raðað eftir hlutdeild sjávarútvegs í hverju sveitarfélagi. Nú hérna á þróunarmyndinni hægra megin þá sjáum við hvora atvinnugrein fyrir sig og hvernig hlutdeild hennar hefur verið undanfarin ár sem gögnin á yfir. Sjáum hérna til dæmis fiskveiðar sem er efri línan. Hlutdeild fiskveiða af heildaratvinnutekjum á öllu landinu var 7% árið 2011. Svo lækkaði hún hérna og er orðin eitthvað 3,5%.